Á Hámundastöðum í Vopnafirði búa hjónin Hafdís Bára og Jón Þór. Þau hafa hvorugt tengingu í fjörðinn og voru búflutningar þangað ekki á dagskrá. Þau bjuggu á Akureyri og hafðu áhuga á að finna jörð til leigu nær Suðurlandi eða á Norðurlandi, en þar stóð ekkert til boða sem þeim leist á. Eftir að Hafdís setti auglýsingu í Bændablaðið jörð til leigu, hafði eigandi jarðarinnar samband við þau. Þau komust í gott samband við hann og endaði svo á að þeim var boðið í kaffi og var ekki aftur snúið eftir það. En nú hafið þið þannig séð enga tengingu við svæðið. Hvernig að flytja hingað alveg nýtt fólk á nýjan stað og það í sveit? Nú ekkert bæir hérna bara á hverju strái. Nei. Ég get alveg sagt að þetta var pínu, þetta tók á. Ég get ekki neitað því að það get ekki smá á, en hérna, það var samt alltaf þessi löngun að prófa. Maður vissi ekkert, maður myndi ekki vita hvernig það væri fyrir maður fengi að prófa og hérna, en það sem alltaf kom samt upp, eins og held ég hjá öllu sem flytja svona á nýja staði, sem þekki engan, og það akkurat þetta óryggi, að fara akkurat og prófa. Við erum alltaf pínu kannski svolítið þannig gerða að við erum svolítið hrædd við að prófa nýja hluti. Og svo pluss það var ég sólétt og við ég segi alltaf að hann hefði flutt okkur korter eftir ég var komin út á spítalunum og hérna þá náttúrulega maður viðkvæmari fyrir, en eftir maður eins og í dag þegar maður komin inn í samfélagið og maður gefur hlutunum allavega ár, þá þetta bara algjörlega þess virði að prófa. En hvernig upplifunin á samfélaginu? Þetta verður svona áhugaverðara með hverjum deginum, getur maður sagt. Maður getur sagt að þetta svona, það alltaf, maður svona, já, maður upplifir þetta einhvern veginn svona voðalega sérkennilega. Maður svona, fyrst þá náttúrulega maður þekkir enga þegar maður kemur, svo fljótlega byrja svona að koma inn, en það alveg ótrúlegt hvað hefur verið tekið manni vel hérna, alls staðar það bara, og nágrannar hérna í kringum okkur, bara Strandhöfn hérna, Ljósaland og annað, þetta bara þessi bóndabæir hérna í kring sem í svipuðu svona stöðu og við í fjárrækt og hrossum. Og það bara, eins og ég segi, þetta bara frábært samfélag hérna. Allir rosalega boðnir og búnir að aðstoða og akkurat, já, það bara verið alveg ótrúlegt. Já, það hlýtur að skipta alveg rosalega miklu máli þegar maður kemur alveg glænýr. Ekki spurning, Já. En hvernig var það? Var alltaf í planinu hjá okkur að verða bændur? Kannski ekki bóndi. Ég náttúrulega uppalin á kúabúi og það eitthvað, kýrnar skildu við mig bara þegar ég fór að heiman, það hægt að segja það. En ég hef alltaf haft áhuga á kindunum og sérstaklega hrossunum. Þau hafa pröfað sig töluvert áfram í hrossarækt og með 27 hross á bænum. Markmið þeirra að rækta traust og góð fjölskylduhross sem að allir geta notið. Hafdís hefur einnig mikinn áhuga á að starfa með börnum og úlingum og hennar draumur að geta nýtt hrossin sem meðferðarúrræði fyrir börn og úlinga með geðræn vandamál, en það nám sem hana dreymir að leggja fyrir sig. En kindurnar, hvernig passa þær með hrossaræktinni? Kindurnar þvældust heila bara svolítið með okkur, þær átti ekkert að vera svona margar eins og þær eru. Hvað þið með af fé? Þær eru, 77 þegar endi, við ætlum að vera með einhverja 20, bara í svona kjöt, Við vorum svona búin að reikna með einhverju 20, já, eftir heiskap og annað, og búin að reikna með einhverju svona 22-23 kindum einhverju leys með hrútum. Og hérna, en svo, já, svo fréttum við af þegar við vorum búin að falast eftir að vera að skoða svona hvað var í boði af kindum, þá fengum við stofn frá Brynhildi hérna, séra Brynhildi á Stekkjarstað, og ætluðum svona að láta þar við sitja, en þá svona eins og segja, það kemur þetta fólki í kringum okkur hérna. Við höfum alltaf talað að gjaldmiðill Vopnafjarðar sé sauðfé.
Því að það hafa týnst alveg ótrúlegustu svona kindur með. Við fengum þær voru 45 frá Brynhildi sem við tókum, svoleiðis. Það er greiðslur. Já, og svo fengum við 3 fyrir göngur. 3 fyrir göngur, gefins eina á strandhöfn og 2 fyrir toll. 2 fyrir fólktoll. Kindurnar koma greinilega úr öllum áttum og stefna þau á fjölgun. Ok, þannig við höfum þá 27 hross, 77 kindur. Eru þið með eitthvað fleira af dýrum? Herðu, sonur okkar, hann er í hænsnarækt. Já. Hann fékk frá ömmu sinni úr Svartadalum, hvað var það? Hann fékk 1 hann og 3 hænur íslenskar. Og svo fékk ég hjá vinkonu okkar hinum megin í Vopnafirðinum 2 amerískar hænur. Stórar, þannig að það er akkurat Brahmas hænur. Það eru 6 hænur líka. 2 páfagaukur. Já, 2 páfagaukur. 1 nagrótta eins og ég kalla hana. Og 1 nagrís. Já. 2 hundar. 2 hundar. Og 1 gautur. 1 gautur, já. Og eitthvað af börnum. Það er hellingur af börnum. Þau eru bjartsýn fyrir framtíðinni og stefna á að búa í Vopnafirði sem lengst. Þau segja tækifæri liggja í ferðaþjónustu og gætu vel hugsað sér að bjóða upp á gistingu og hestaferðir. Þau eru bæði heilluð af umhverfinu og eru vissum að það geti heillað ferðamanninn. Ég segi alltaf þegar við keyrðum niður heimriðina það seldi jörðina bara strax. Ég minna að við vildum búa og vera Og það er bara einhvern veginn kyrrðin í kringu sjóinn og vera en ég minna það getur gert óbóðslega hvasst og vont á veturna, það er bara notalegt því það er hlýtt húsið innan og gott að vera hér inni. En svo þegar góð veðrið að sitja og horfa út á sjóinn og annað, þetta er bara paradís.